Viðar, Þórsvöllur, fyrsta umferð, Þór Káa á móti IBVF 0-5, getum við kallað þetta niðurlægingu? Já, alveg klálega. Ég tek sökin á mig klálega að langstærstu hluta og við öll í sameiningu, við þjálfararnir og liðið að lenda í svona niðurlægingu eins og við gerum klálega í dag. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður. Ég spilaði fótbolta í býsna mörg ár sjálfur sem sóknarmaður og hef síðan þjálfað hér og þar á landinu, bæði meistaraflokk og yngri flokk, og ég held ég hef aldrei upplifað það sem ég upplifði hérna í dag, bara aldrei. Við erum 70-30 með bolta og við höfum 15 hotn á móti 1 og við höfum 15 tækifæri á móti 5 og töpum leiknum 5-0. Ég bara verð að skoða, held ég, DFD 3-4 sinnum til þess að átta mig á því hvað raunverulega hér gerðist. En ég vil þó taka skýrt fram að ég er ekki afsaka eitt í neitt, við töpum 5-0 og það er eitthvað sem við þurfum bara að vinna í og IBVF spilaði skynsamlega, láti baka. Vissi það fyrir að maður voru lakara liði, þá liggjaði tilbaka og beita skyndisóknum og það gerði það virkilega vel og tók okkur bara í bakari í þessum skyndisóknum sem fór í. Hvað vantaði hjá okkur? Vorum við kannski óþolinmóðar í uppbyggingu á sóknum, full snemma að senda boltan inn í teigstaðan fyrir að reyna að komast lengra upp að Eddamörkum og koma nú þaðan fyrir? Ég veit ekki, ég þarf að skoða raunverulega leiki til þess að átta mig betur á því. Ég held að miða við færin og allar þessar hotspinnur og allt sem við eigum í leiknum, þá það duga okkur til þess að gera einhver 3-4-5 mörk og skora 3-4-5 mörk í leika og vera nóg til að vinna. Það er fyrst og fremst það að ég skuli fá 5 mörk á mig sem ég hef verulegar áhyggjur af. Ég hef ekki áhyggjur af því að við munum ekki skora á einhverjum af þessum færum sem við eigum í leiknum eins og þessum. Það verja líklega 4-5 sinnum á línu. En ég hef miklu meira áhyggjur af hinu. Að skulum fá 5 mörk á okkur á heimavelli er eitthvað sem maður getur ekki verið sáttur við og eitthvað sem maður þarf greinilega að grafa mjög djúpt í okkar bækur til þess að vinna út úr og lagfæra. Fyrirfram með að við breytingar á liðanum þá hefði maður kannski áætlað að þjálfari IBVF ætti fyrir höndum erfiðara verkefni með að búa til lið, ef að svo má segja, en snýrist það kannski við að hér var IBVF liðið á móti 11 leikmönnum Þórs Káa? Ég held að það nú kannski sést í þessu leik að miða við það einmitt hvernig það spilu. Héldu sér tilbaka og beittu svona hröðum skyndisóknum með þær fremstari flokki sem voru að spila fyrir okkur í fyrra, Vestna og Danka. Það áttu frábæra leik í dag og Biljanis tók okkur í nefið í sínu sóknarrækjunum. Það verður bara að segja alveg svo er. Og það var það sem gekk viðstöðast upp. Ég held að nei, team spirit eða teamwork hafi sjálfur sér verið allt í lagi í þessu leik lengst af, en auðvitað vil maður sjá meira, maður vil sjá miklu meiri talanda og miklu meira svona pep-up og klappa á axlirnar hjá stelpunum og Korara. En það út af verið sigur ég held ég ekki úrslitum í dag. Ég eftir að reynda að skoða þetta betur til að sjá nákvæmlega hvað gerðist. Það er bara ekki tækt eiginlega nánast hjá sig það núna því að þetta er svo sérkennilegt, þetta er mjög sérkennileg staða sem ég hef aldrei lent í á. Þjálfarinn leggst undir feld, hvað kemur með undan feldinu fyrir næsta leik á móti Grindavík sunnudaginn 22. maí? Það kemur til með að velta því bara hvað niðurstöðu ég kemst þegar ég skoða þetta á diskinum. Ég velti því fyrir mér örugglega mjög lengi eftir að ég skoða diskinn okkur sinnum og hvað það er sem gerist og reyni svo að finna lausn á því í samræmi við aðstoðarþjálfara minn. Þannig að til að fyrirbyggja eitthvað svona gerist aftur, því nú kannski rétt að taka fram að því betur er þetta bara einn leikur. Við töpum 3 stigum í dag vissulega, við erum bara 1 stigi minna stödd núna heldur nú vorum eftir fyrstu umferð í fyrra. Við gerum jafntefli fyrstu umferð í fyrra, þannig að þá tókum við silfur í þessari deild, þannig að ég er í sjálfu sér, ég óttast ekkert nema bara þetta. Ég er verulega svektur að fá á mig 5 mörk og líður ekkert vel út af því að segja sér alveg sjálft og ætla svona að reyna að skoða allt sem ég get og móli með mér til þess að finna út úr í hvað var sem raunverulega gerist. Takk fyrir þetta.